Já, komið sæl og blessuð og velkomin hérna í Adda og Svenna. Ég engin annar en Addi og hérna hjá mér Svenni. Hvað segir þú, Svenni? Jó, ég segi fínt, komið sæl og velkomin á skjánum á þessu fína föstudagskvöldi. Já, og það margt framundan þótt víðar væri leitað. Já. Og veistu hvernig maður segir franska kartöflur á Akureyri? Já. Fríkadellur. Fríkadellur? Já, þarna segir það. Það ekki sama hvar maður á landinu. Nákvæmlega. Ef þú fer á bautan og biður franska kartöflur, þá bara vita þér ekkert hvað svo sé bara, þá kemur einhver og segir hann er örugglega að biðja fríkadellur. Já. En hérna að öllu gamni hérna og alvöru þá erum við svona tema þáttarins. Já, við erum það. Og ekki síst vegna þess að þú ert nú fyndnasti maður landsins. Já, og þú annar fyndnasti maður landsins. Já, og hérna, og svo var líka annað, hérna, Baugsmiðlar hafa staðið fyrir einhvern svona ofsóknum gegn mér virðist vera. Þannig að ég rakst á devaf, það stendur hérna dáðasta fólk landsins, og mynd af einhverju liði og þér. Já. Þetta bara eitthvað rugl. Já. Það ekki? Skulum ekki delta okkur upp á því. Nei. Ekki vera, þú veist, skemma fyrir okkur. Við erum í góðaskapinu, manstu. Já, en þú ætlar að bregða eitthvað á leik. Já. Hressa liðið, alla sem að heima sitja. Já. Og hérna er ekki... Ég hef heyrt það, Pétur, að þú sért með ágætið svona kattar, eða náir svona kattar eftirhermu. Ég ætlaði með þetta að taka köttin. Það var að hína sem að ég ætlaði að gera. Heyrðu, en ef að Jón Ársæll var að taka viðtal við köttin. Já, gera það. Já, komið í sæl og blessuð. Við hittum köttin, þar sem honum líður vel. Hvernig hefur það í dag? Já, hvernig tölum aðeins trúmálin og það sem því fylgir? Já. Þetta er erfitt að vera köttur eða ekki? Já, eitthvað. Það svínvirkaði. En hérna... Það stórkostlega. Býtu hvað? Það er að standa ykkur við. Þetta bara meira áttar. Nei, mannstu að kynna einn atriði? Já. Það er alltaf lagi, sko. Þetta var flott byrjun á þættinum. Að fangavætta þemanu. Já, það er fangavætta þema. Máttu við ekki fá að klára? Nei. Heyrðu, en ég fekk hugmynd. Ættum við kannski að kíkja á stutt óður byrt... Nei, hvað er þetta? Óður óbyrt, já. Þetta er flókin orð. Já. Óður óbyrt efni og fangavættinu? Já. Akkur ekki. Má ég nokkuð fá meira? Er það í lagi? Sér? Kannski bara eina sneið. Þetta er rosa gott, sko. Já. Óli minn. Þú býrð í Skýjaborg. Nei, ekki núna, sko. Ég meina, þetta er allt öðru sér núna, sko. Maður þekkir nú sitt heimafólk, Óli minn. Já, ég meina, ég er búinn að redda mér húsnæði bara í dag eða á morgun og þetta er bara stund milli stríða, sko. Hlustaðu nú vel á mig, Ólafur. Ég er með lausn fyrir þig. Húsnæði, ókeypis fæði, ríkulega útlátin heimilismatur í mannbætandi og vernduðu umhverfi þar sem menn eru almennilegir við hvern annan. Og mannrækt og samhugur er hafður að leiðarljósi. Georg, leið mér að giska. Ertu að tala um Svíþjóð eða? Nei, ég er að tala um mannræktarsamfélagið á Litlahrauni. Á Litlahrauni? Já, bara það er ekki að ræða að ég sé að fara í fangelsi, sko. Er það rétt sem mér rennur í grun að þið vanti pening? Við þá? Nei. Ó, æj. Ég var nefnilega með smá pening handa þér. Já, skemmtileg klippa þarna úr fangavættinni sem hefur einmitt göngu sína á Stöð 2 nú, næstkomandi sunnudag og snillingarnir Pétur og Jón verða með okkur allan þáttinn. Þið opnuðu nú þáttinn fyrir okkur og gerðu það nú bara vel. Já, Pétur sinni mynd, þegar hann var það í lagi. Já, ég tegði mig eftir hérna. Hann tegði sig í drikkinn sinn. Ekkert mál, sko. Þetta er svo frjálslegt í okkur, sko. Já, fannst þér þetta ekki fínt? Jú, ég ætla að taka mér hattinn. Já. Ég er nefnilega að setja í mig gel til að vera fín, sko. Já. Já, þetta er miklu betra. Líka ferðið vel, mun betra að vera svona. Já. Það er svona.
Maður reynir að vera svona snirtilegur. Já. Í sjónvarpinu. Nákvæmlega. En nú ertu ekki lengur Georg, þú varst Georg í hvað, hálft ár? Já, eitthvað námlega það, jú. Varstu þá alltaf bara með skeggið og sköllóttur? Já. Var það ekkert, varstu pirraður á því? Já, það pirraður svona þunglindur, svolítið. Já, það? Já, það verður svona eftir svona mánuð, 1,5 mánuð, sem maður vaknar á morgnana, veist, maður náttúrulega fer í gegnum allt mögulegt í lífinu, skilur, lífið heldur áfram, skilur, og þú veist, og maður farið með veikt barn upp úr bítala eða vera andvaka heila nótt, skilur, og vaknar svo morguninn, eða þú veist, kannski fer á klósettu morguninn, og horfir á Georg Bjarnfreðarsson, skilur. Þú lendir í því að þú þurfa að fara með veikt barn upp á læknavakt. Sem Georg? Já, allt mögulegt, skilur, þú veist. Bara, veist, vesla og... Já, allur bara, allt líf. Já, hlaupa eftir hundinum, þú veist, ég er með hund, þú veist, svo hleypur hann eitthvað í burtu, þú veist, og ég er ekki með hatt eða neitt, ég segi, komdu hérna, svo hleypur hann í burtu og ég hleypa eftir honum, skilur, svo allt í einu fattar maður að maður er komin einhvert, þú veist, sem Georg Bjarnfreðarsson að leita á hundinum sínum, og stundum, já, svona þunglindur, skilur, ekki kannski bein pirraður en svona... Tár í auga trúðsins. Já, ég meina, grét, þú veist. En Pétur, varst þú að taka með karatinn heim? Það var meira sett í þið bara... Já, þetta er allt öðru sig á mér. Ég bara fæ hárlengingar og það var reyndar litað á mér hárið svart en... En ef ég þekki konuna þína rétt, þá vill hún örugglega fá Ólaf Ragnar upp í til sín stundum. Hefur það gerst? Ég ætla ekki að svara. Það var alveg... Þetta var óþægileg spurning. Já, við þurfum ekki að ræða það hér. Nei, ég get það ekki. Þannig að maður kannski segja að það hefur mun erfiðara fyrir þig, Jón, hlutverkið þitt heldur en nokkuð tímann Péturs, því að hann getur svona pínu skilið eftir karakterinn. Þetta er náttúrulega miklu meira krefjandi hlutverk, sko. Já, og Georg er það. Já, menna, sko, það er bara leiklega og ég meina, þú veist, tæknilega og allt, ég meina, það er miklu meira krefjandi þó að svona, já, Ólafur er svona hlutverk sem er svona meira kommersialt eða svona, á þess að ég sé að gera lítið úr karakterinn. En þið komið með leið á þessu? Er þetta síðasta? Náttúrulega er að koma bíómynd, en værið þið til einhvern tíma kannski eftir 2 ár, 1 ár að rifja upp þessa karaktera eða eru komið með leið á þeim? Nei. Það er nú ekki hægt að fá leið á þessu, þetta er náttúrulega bara skemmtilegt, en þú veist... Ég sé sjálf mig fyrir mér eftir svona 20-30 ár, já svona 20 ár, 30 ár, þá er nú dauður, 20 ár hérna ennþá sem Georg. Já. Herru, já, en það er komið að... Barnaafmælum og svona. Hann er komið til okkar hérna í barnaafmælum, Georg Bjarnfreðarsson. Þú pissar ekki hér. Herru, það er komið að, fyrsta atriði kvöldsins með þeim strákum. Við náttúrulega sýndum smá broti hérna. Við skoruðum á að fara í eftirhermukeppni. Skemmtileg hugmynd sem kom inn á Facebookinu hjá okkur, Öddu og Sveppi. Og við fengum þá til að leika hvorn annan og fleiri karakter. Við skulum bara fá spá eftirhermukeppni. Já, við ætlum að koma að staði hvort að þetta séu góðar eftirhermur. Við náttúrulega Pétur, manstu, var með Jón Ársæl og svona. Já. Hann getur þetta alveg. Já. En spurning með Jón, hvort að hann sé góð eftirherma. Og ef við ekki að byrja því að láta hann taka froskinn SSU. Já, sem er nú að gera allt vitlaust í þjóðfélaginu. Já, Pétur, ef þú tekur hann fyrst. Hver er svona lítil og sæti SSU? Hver er svona lítil og sæti og kemst á neti SSU? Eitthvað svona. Já. Hvað heldur að ég muni þetta? Þetta er eitthvað heimlega heat of the moment, þú veist, ég er búinn að stengla það. Hver er svona lítil og sæt? Nei. Hver er svona lítil og sæt og kemst á netið? SSU? SSU? Það var nokkuð vel gert. Já, Jón er eiginlega bara betri en Pétur. Já, ég er að Jón bara fyrir þetta. En hvernig er hérna umferðar Einar? Essin Já, þannig er þetta. Þetta er svo skrítið. En við getum alltaf munað reglurnar ef við munum bókstafina. Já, Pétur. Og Pétur, nú ætlar Pétur að leika umferðar Einar. Ef við getum, nei. Hún er ekki svona skræk. Nei, já, komið þið sæl, já. Við getum alltaf munað reglurnar. Nei, ég má ekki vera glottandi. Nei. Já,
Við getum alltaf munað reglurnar ef við munum S-in 3. Það er sumar, sól og... Nei, Skemmtilegt. Nei, hann segir alltaf eitthvað annað. Skemmtilegt. Þetta var mjög gott. Já. En svo náttúrulega sko, Pétur Jóhann er búinn að mastera Jón Ársæl. Já. Má ég heyra þessi Jóni? Já, komið sæl og blessuð. Við hittum grínista íslensku þjóðurinnar ef svo má orðið komast Jón Gnarr. Þar sem honum líður vel að fleyta kettlingar við ægisíðuna. Og nú það Jón Gnarr. Það svona að reyna. Já, komið sæl og blessuð. Ég ekki. Komið sæl og blessuð. Komið sæl og blessuð. Já. Nei. Já, komið sæl. Nei, já. Já, komið sæl og blessuð. Við hittum Pétur Jóhann. Við fengum sent á Facebook og þökkum við kærlega fyrir það og minnum alla á Facebooki okkar, Rauðdóseppi. Og þar vildu menn fá að sjá Pétur Jóhann leika Georg Bjarnfreðarsson. Já. Og Jón Gnarr leika Ólaf Ragnar. Já. Hvernig er Georg ef þú myndir leika Georg? Já, það er eitthvað. Nei. Því miður, þetta eru bara reglur, ekkert sem ég get gert. Þvagblettir Ólafur. Þríðu þetta. Hér eftir pissar þú sitjandi og ekki orðum það meir. Og eitthvað svona. Ég veit það ekki. Þetta er vel gert. En hvernig myndi Georg gera þetta í alvörunni? Ólafur. Nei. Hvað er í gangi hér? Hvað er í gangi hér? Já, þarna sko. Ólafur! Þvagablettir hér upp alla veggi. Héðan í frá mígur þú sitjandi og ekki orð það meir. Er það skilið? Vanvitinn, meðalgreindi mannapi. Já, býttu ég að ræða þetta eitthvað. Guggaði gúmmibát. Rólegur. Menn er ekkert að grínast með þetta, sko. Ég get þetta ekki. Ólmur, ég get ekki leikið skæjan sem ég er að leika. Nei. Þú gerir þetta miklu. Já, sæll, já, fínt. Já, sæll, já, fínt. Gugga í gúmmibát. Eigum við að ræða það eitthvað nánar eða? Nei, ég hélt ekki. Já. Frábærar eftirhermur þarna á ferð og já, Pétur virðist nú aðeins hafa vinni ekki um Jón. Það kemur eftirhermur með ekki. Jó, ég hef aldrei verið góður í eftirhermum. Nei. Ég meina, hann náði samt Ólafi miklu betur endur ég. Ólaf Ragnar. Já, hann var svona, þú áttir í vandræðum með Ólaf. Já. Enda búinn að leika hann alltaf. Já, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað skrítið. Var þetta ekki skrítið? Jú. Þetta var rosa skrítið? Já, þetta var mjög skrítið. En hvernig Jón, eins og nú varst þú í fóstbræðrum í Granda og sem voru gríðarlega vinsælir. Já, þeir voru nefnilega ekkert rosa vinsælir. Já, þeir urðu pínu kvöld svona eftir. Já, þeir urðu eftir á vinsælir, sko. Þetta var, fólk var mjög mikið á móti þessu. Hvernig myndirðu bera það saman? Fannst þér skemmtilegra að leika í fóstbræðrum á sín tíma heldur en, já, eins og fangavaktin og dagvaktin núna? Þetta er svolítið öðruvísi formi. Mér fannst bara skemmtilegt meðan á því stóð, sko. Já, bara svona svipað skemmtilegt, sko. En var þetta ekki svona, þið byrjuðið í limbo, þú komst nú fram í limbo? Já, ég var nú reyndar, sko, var í limbo vegna þess að Sigurjón forfallaðist. Já. Og fekk mig í staðinn og ég var settur hérna í eitthvað og svo var ég meira og minna klipptur út úr því. Já. Já, og svo var ég hérna í einum skett sem við Sigurjón vorum með. Já, með pennan. Týndi pennin. Týndi pennin, afskaplega hugguleg skett. Já. Mjög skemmtileg. Já. Og svo heldur þetta skett sem fórum áfram í fótspræðum. Já, einmitt, já. Sem var snill. Og hérna, en mér hefur bara alltaf fundist gaman, sko. Já. Var ég í þessu? Var ég í einhverju af þessu sem þið eru að tala um? Nei, þú varst í símasöpuli. Já. Nei, ég bara datt alveg út, ég held að ég ætti að segja eitthvað. Við ætlum nefnilega, það er alltaf skemmtilegt. Við vorum að tala um fótspræður. Við erum búin að finna eitt alltaf skemmtilega skets úr fótspræðurum. Sem ég er í? Nei. Þú veit ekki. En sem er skets sem að ég og Öddi voru sammála um að væri bara einn af okkar uppáhalds. Já. Hvað er sketsið það? Það er þegar út Lulli. Sem að ferillin fór svolítið vaskir eftir og gast úr diskinn. Þú varst kennari. Við skulum bara fá að sjá þennan skets og fá svo stuttar auglýsingar. En komum svo hér aftur og eftir þar sem að þeir gera símaut og margt fleira þannig ekki fara langt. En fáum við svona okkar uppáhalds skets og fótspræðum. Lulli, take it away. Mennirnir hittast á förnum vegi. Fyrir 3 árum síðan
lag af Júlíus Hafsteinsson, betur þekktur sem Júlli út plötuna Hvers vegna ekki. Síðan þá hefur ekkert heyrst af Júlla en okkur lék forvitna á að vita hvað hann að gera í dag. Lífið sjálf, seg já, seg já, Svein þá, Svein þá. Hvað gerir þú í dag? Já, ég atvinnulaus í dag. Má ég segja að þessi plata hafi eyðilagt líf mitt. Hvað starfaðirðu við? Ég var kennari. En ég hræktist svona úr því starfi. Og hvers vegna? Ég var bara fyrir svo miklu aðkast út af þessari plötu. Og voru það þá krakkarnir sem voru að stríða þér út af henni? Það voru nú aðalega samkennarar. Því mynd þín í huga mér, því ég elska bara eina konu. Þú veist þú á stað í mínu hjarta, en þótt þú viljir ekki eiga með mér sonu. Hvernig dóma fékk platan? Hún fékk væga sagt mjög slæma dóma. Og ég verð að segja í dag að þá var ég bara sammála þeim. Það var aldrei mín hugmynd að gefa þetta út. Ég var að gangi í gegnum erfiðan skilnað á þessu tímabili og notaði svona músíkina til að hjálpa mér í gegnum erfiðleikana. Og einhverju svona asnaskapa þá leyfði ég vinum mínum að heyra þetta. Þeir hvöttu mig til þess að gefa þetta út. Hreinlega plötuðu mig til þess. Og ég lét til leiðast og þetta afraksturinn. Þetta eitthvað sem ég ætti að sjá eftir alla ævi. Já, drykku, skapur og svart ekki það sem koma skal. Finndu þér annan kall. Og ég vil líka segja það að þessi svokölluðu vinir mínir, að ég líti ekki á það sem vinir mína í dag. En nú vakti ekki síðri athygli plakat sem notað var til að auglýsa plötuna. Já. Ég átti ekki hugmyndina þessu. Það voru þessi svokölluðu kunningjar mínir. Hérna, veistu, ég bara get ekki gert þetta. Mér líður ekki vel með þetta. Og hérna, ég vilja hérna bara slökkva á þessum ljósum og hvað er til í það? Finnst það mjög vont? Við vorum búin að ræða þetta mál. Það bara kom upp minningar á svona sem ég langar kannski ekkert að muna. Þetta eru hlutir sem ég er búin að afgreiða úr mínu lífi. Vil ég hætta þessu? Gaman að því, velkomin að skjánum aftur, kæru áhorfandur. Sverrir Þór Sverrisson og Auðun Blöndal með ykkur hér á þessu yndislega föstudagskvöldi. Gestir þáttarins Pétur Jón Sigfússon og Jón Gunnar, eins og hann hét einu sinni, en lét breyta nafninu sínu í Jón Gnarr, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Breyttirðu í Gnarr? Já. Er það sönn saga? Mamma henn kalla alltaf Jón Gnarr? Já. Jón Gnarr? Og það var bara Jón Gnarr? Já, það var svona kveikjan að þessu, sko. Og gastu fengið Gnarr bara samþykkt hjá mannanöfnum? Ég var búinn að hamast í þeim í mörg ár, sko. Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem verður að ganga upp, skilur. Já, mér finnst bara að fólk eigi rétt á að heita það sem það vill og það er að vera bara leggja niður mannanafnanefnd, mannanafnalög, fólk á fólk á að geta skýrt börnin sín landkrúser eða bara hvað sem þið langar í. Nema þú veist, það eitthvað dónalegt eða eitthvað svona, þá má alveg segja en þú veist, mér finnst það bara fasismi og ég þoli ekki svona og það var prinsipættir hjá mér bara að breyta nafninu mínu í eitthvað bull sem það væri ekki til, bara til að fá það í gegn. Pétur, ekki grípa fram í, leið okkur aðeins að tala við Jón. Hérna, ef þú hefði mátt skýra krakka til hvað sem er, hvað eru skýrt af? Þetta er ekki Sid Vicious. Sid Vicious. Voru Sex Pistols. Það hefur verið æðislegt. Já, getur þú kallað Siddi? Já. Hvað er Siddi? Pétur ekki verið að trufla þetta? Það verið mjög skemmtilegt það. Já, eða Kropotkin fursti. Já, Kropotkin fursti. En Pétur, núna við erum aðeins búin að vera að stríða þér, við erum nú ekki búin að spyrja þetta mikið. Við hittum þig svo oft. Já, ég er ekki búin að breyta nafninu. Nei. Þannig að hvað voru að tala um? Varstu ekki alltaf Vigfússon? Nei.
Jú, ég breytti því sem. Ég þarf að breyta Péturssonum, saknar okkar ekkert? Jú, allt svakalega. Menn ekki? Jú. Við erum oft spurðið hvað okkur Pétur aldrei með ykkur lengur. Já. Ég segi bara hann er svo mikið stjarna, hann er bara að byrja að hanga með Jóni og þessu. Hanging with the Johnny. Ég hangi ekkert mikið með honum. Erum við að hanga? Nei, ég vil eitt þegar það er eitthvað svona get together. Já, hann veit ekkert, en hérna, er eitthvað get together, þá mætir hann ekki. Nei, ég veit það, hann á það svolítið til. En mætir þú alltaf? Ert þú svona jammari, skilur, þegar loka partí, ertu þá hrókur alls fagnaðar? Nei, ég er bara svo ofboðslega meðvirkur. Ef það er eitthvað svona, hérna, mér er boðið eitthvað, og ég kemst ekki, þá er ég alveg eyðilaður. Ég verð eiginlega að fara, því að mér finnst ég svo leiðinlegur ef ég svo kemur kannski enginn og eitthvað svona. Hann á ekki neinum erfiðleikum með það. Nei, hann er alveg tilbúinn til að skýta á sig öllu svona. Já. Þú finnur ekkert svoleiðis. Þú veist, af hverju komst ekki afmælið mitt? Ég var að hjálpa frænda mínum að flytja. Já. Bara eitthvað svona. Málið breytt. Við þekkjum þetta nú vel, við Sveppi. Við mætum alltaf í allt. Svo bara Pétur kemur ekki með, aðeins að ég heyri þér eftir. Bústað! Já, og ofta að búa til afsökunum og meðan að ég í símtali. Alveg mikið í því. Þetta spila kannski inn í þetta og leggst þig bara með prik, einn, nýri fjöru alltaf þegar þú ert lítill. Þú ert svolítið... Einfari. Ég er einfari, já. Þú ert einfari, mikill. Loner. Rebel. A rebel without a cause. En herðu, það er komið að næsta atriði. Við Sveppi vorum miklir aðdáendur bæði Tvíhöfða og náttúrulega svo voru Ding Dong þegar þeir voru í útvarpi og voru þeir frægir fyrir að gera öt, þannig að við ákveðum að láta þá hringja svona 2 skemmtileg símtöl. Og annað símtali sem Pétur gerir, það er eiginlega, verður ekki bara að útskýra það eins? Já, náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur. Já, þetta var svolítið sem við létum Pétur alltaf gera á föstudögum þegar við vorum með strákana. Svona áður við fórum heim og inn í helgina og létum við Pétur hringja fólk og biðja að taka hluti og tróða því upp í æðri endan á sér eftir að hafa verið búin að biðja eitthvað. Þetta útskýrir sitt aldrei reyndar vonandi bara í atinu. Já, kíkjum. Sippum okkur í síman. Á tengingu yfir í Evrópu. Ljó. Herru, Pétur er tilbúinn, hann ætlar að byrja. Já. Og hringi eitthvað. Já, við erum komin með númer og þetta við skulum ekki gefa of mikið upp, þannig að fólk veit ekki hvert við erum að hringja. Þetta er bensínstöð út á landi. Sjálfskalabjörg. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Verðum við vantaði vinnuvettlinga þessa gömlu með grípinu gulu. Eða svona þessa gömlu góðu, leður vinnuvettlingarnir. Já, ég á ekki svoleiðis. Ertu með vinnuvettlingar? Já, með eitthvað slott af vinnuvettlingum, sko. Og hvernig er það þessi grænu? Ertu með sjóhanska, eða? Já, ertu með þá? Já, ég með þessa bláu. Já. 35 vettlingar, nei 10. Já, þeir henda ágætlega. Áttu mikið af þessu? Nei, já, þetta er, jú, ég var hvað er nýbúin að spila. Ég vantar eitthvað 10-15 stykki, kannski. Já, þá svo ég svona ljósbláa líka sem að... Nei, þeir eru góðir þessir sem hún var 35. Þannig að ef þú getur sett fyrir mig bara það sem hún átt í poka. Já. Bara, heldur þú eigir ekki einhver 10 pör að þessu? Nei. Hvað, en það sem hún átt bara? Já, það er nummer 10. Já. Já, það hendur fínt. Ég á 4, ég á 5, svoleiðis og 1,35. Já, heyrðu, ég tek það bara. Ég er að koma þarna eftir smá stund. Já. Settu þetta fyrir mig í poka. Ég gerði það. Og tróttu því upp í raskatið á þér. Já, það fyrir. Gerðu það. Já, tróttu því eins langt og þú kemur því. Já, ég skal gera það. En spila í. Já, það fyrir. Þetta er ljó. Þetta er ljó. Þetta er ríkalegt. Greiði stelpan, var það unga stelpan þarna? Já. En herðu, þá ætlar Jón að taka hressa atið sem hann er frægur fyrir. Þannig sem hann segir bara strax þetta sé at og fíblaskapur. Byrja kannski að koma með eitthvað svona sem að geti verið at, en svo strax bara svona. Já, við múlum bara stjórna. Já. Þessi græn. Já. Guðlalínan, Kristín. Já, góðan og blessaðan daginn. Daginn. Þetta er svona símarrekkur. Aha. Við
þið fáið svo mikla raddir að við gerum ekki greina minna því. Nákvæmlega. Þú hefur eflaust ekkert vita hvað var á seiði þarna. Nei. Einhver kall eitthvað að spyrja einhverja vitleysu. Nei, skrámur hringdi mér því mikið, sko. Já, það er ekkert annað. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir að taka þátt í þetta saklausrekkur bara og meiðir engan. Þetta svo óþægilegt. Það svo Svo smábreytir rödd bara. Þetta æði. Já, það er vonandi að þið. Já, gaman að þessu við. Upp í stúdíu. Velkomin aftur á skjánum. Við erum búin að finna SMS frá Pétri Jóhanni Sigfússyni til Jóns Gnarr. Þar sem hann að afsaka sig að því hann komst ekki í eitthvað boð. Ertu með þetta? Hvað segir það? Já. Þetta var svona boð hérna. Heyrðu, hvaða boð var þetta? Lestu. Þetta var þegar við vorum að hittast að spila eitthvað spil? Já, við vorum að fara að spila Risk og allir voru búin að hlakka ógeðslega mikið til og svona. Já, alveg. Þú segir hérna, ég kem örugglega ekki fyrir þið eru búin að borða, kveðja. Og þá segir ég tilbaka, þú ert Böðvar Bjarki. Þú ert Böðvar Bjarki. Veit ekki. Þú ert Böðvar Bjarki, var það svarið þitt? Já. Þá segir þú, já ég veit, ég er búinn að vera síðastliðna viku að reyna að losa íbúðina mína en kemst aldrei frá til að vesenast í þessu nema á kvöldin. Ég var í allan dag að pakka niður og fer svo allur dagurinn á morgun í að flytja draslið hingað og þangað. Þið verðið að reyna að fyrirgefa mér þetta. Þetta er eina helgin sem ég hef í þetta. Ég vildi helst af öllu vera með ykkur að spila og slaka á, ég er rætt. En þetta er bara eitthvað sem ég verð að gera. Kveðja P.J.S. Veistu, hann hefur tíma til að skrifa 20 blaðsíðna SMS og ég sendi tilbaka yeah right Lengsta SMS. Ef ég mætti ef ég fæ draum uppfylltan, ef ég myndi biðja núna bara Ólaf Ragnar að fara að tala við Jón Gnarr Georg, gætu þið búið til 20 sekúndna samtal á staðnum? Hvað séu fyrirgefið? Ólaf Ragnar til að tala við Georg eitthvað. Ákveðum þá hvað á að vera. Spliff, já. Já, það þarf að vera. Ólafur Ragnar stalst í peningana og Georg komst að því. En ef Ólafur Ragnar kemst aldrei í partíin, þú vilt fá hann eins og það sem er að gerast núna, hann er alltaf að afsaka sem SMS-um ef hann komst ekki. Já, það er nefnilega sko ný hlið á Georgi sem er svolítið skemmtileg. Við erum búin að vera að undirbúa þetta og þú ætlar að eyðileggja það fyrir öllum. Hann er alltaf góð í gæinn. Þú var svo erfitt með að sitja. Þetta eru allir starfsmenn hér, Ólafur, búin að vera að undirbúa þetta. Menn eru búin að hlakka til, taka frá daginn og svo ætlar þú að valda öllum vonbrigðum. Ætlar þú að skemma gleðina fyrir öllum, Óli? Ég meina, ég sendi SMS, sko. Það sem ég útskýri, ég kemist ekki í þetta partí. Þú veist að ég nota ekki farsíma, Ólafur. Já, og þá er það þitt vandamál, ekki mitt. Það er þá mitt vandamál, gott og vel. Þú ert búin að skemma gleðina fyrir öllum. Allir eru vonsviknir og leiðir út af þinni framkomu. En þú getur unnað gladur við og kennt mér um það. Vonandi ertu stoltur af þér, Ólafur. Áttu erfitt með að tala vera Ólafur. Ólafur er bara svona, hann segir ekki neitt. Hann kemst aldrei að. Nei. Tekur hann sér sökina bara á. Ætlar þú að skemma það? Það er svona að tala við smábarn. Hann bara hlustar. En er fangavættin sem við minnum enn og oft byrja náttúrulega á sunnudaginn. Ég held að séu allir búin að taka eftir því. Það eru krakkar hangandi í einhvern fangaklefa í Kringlunni. Já, eru ekki búin að fara að hitta krakkana í fangaklefanum? Þið verður að gera það. Þið eru að leika í seríunni. Þið verður nú að kíkja. Þetta eru hressir krakkar. Æðislegt. Þetta er frábært liðið sem ákvað að taka þátt í þessu. Já, þetta er sprell og grín. En fangavættin, er hún léttari heldur en kannski dagvættin og að tala að nætuvaktin hefði verið svona meira grín heldur en dagvættin og svolítið drama þar. Já. Myndið þið segja að fangavaktin væri léttari heldur en? Já, ég myndi segja hún væri, já, það er svona... Meira grín? Það er meira grín, já. Og fleiri nýjar persónur? Já, mikið með nýjum persónum. Nýjir karakterar? Já. Hverjir? Eru svo hverjir? Það er til dæmis Björn Thors sem að leikur hérna alveg, sem leikur karakterin lítur Kenneth Máni
og Ingvar Sigurðsson. Já. Og Ólafur Darri, eða ekki? Ólafur Darri er þetta. Og Sigurður, hvað sonur hann? Hjaltason. Já, sem leikur hérna Fangelsi Skelvin. Sem að koma með svona nýja karakter inn í tvistið, eða? Já, og mjög skemmtilegir karakterar. Og Gunnar Hansson líka. Gunnar Hansson, sem leikur hérna. Leatherface. Já. Er Leatherface í fangahættu? Nei, sonur hans. Sonur hans? Já. Nei, Gunni Hans, já. Já. Ég er nefnilega nýkomin annari mynd. Já. Brjálæði að gera. Þannig að við erum að fara að sjá nokkra nýja karakter á svona og... Þetta verður mjög skemmt, þetta er mjög fyndið og... Hvað er þetta margir þættir? Þetta eru fjöldinn. 7 þættir. Fjöldinn alltaf. Við vorum á Litlarhrauni núna í vikunni, sýndu þeim. Já, sýndum þeim 2 fyrstu þættina. Og hvernig leist þeim á? Æðislega vel, þeir voru svakalega glæðir. Við þekkjum þá líka á Litlarhrauni, þeir eru góðir vinnir okkar. Já. Það er alveg saman hvað þú hefur sýnt, þeir eru bara alltaf glæðir. Þeir eru samt betri vinnir okkar, heldur en eitthvað. Já, drottið minn dýri, sko. Já, en við fórum bara í fótbolta með þeim okkar, við vorum ekkert að frumsýna ykkur á 2 nýja þætti fyrir það, sko. Nei. Það geta ekki allir verið í því. En Pétur, þú varst nú með okkur í strákunum. Já. Það voru good times, eins og við segjum. Það voru góða tímar. Við erum að atriðu 7, þetta er lengra síðan, þetta eru 70 mínútur. Þetta eru 70 mínútur? Já. Ég og Öddi fundum alveg frábært atriði sem hefur farið allt og sjaldan í loftið. Já. Það er þegar þú ert að stunda íþróttir, sem er náttúrulega alltaf fyndið. Það er alltaf skemmtilegt. Það er alltaf mjög gaman. Þetta ætti að vera í lokin á hverjum einasta fréttatíma. Já, við þökkum fyrir, þetta voru fréttir og hér kemur Pétur Jóhann og það eru æfingar með borða. Já. Skulum fá að sjá, þetta er svona aðeins að vera eitthvað leiðileg við, þetta minnir mig á Sigurrósa myndband. Ég ætla ekki að segja hvaða myndband, en það er eitt myndband sem Sigurrós gerði og þetta minnir mig svolítið á það, skulum fá að sjá. Pétur Jóhann í 5 leikum. Já, komiði sæl og velkomin í áskorun. Það var skorað á mig og þá voru engir aðrir en það hefur komið til þín. Það hefur verið hérna bara. Já, blessaður. Maður kann eitthvað ekki ennþá. Áskorun barst frá starfsfólki Bjarkar, þar sem við erum staddir. Og áskorun er einföld. Ég á að sýna æfingar, eða golfæfingar. Og það bara með borða líka. Æfingar með borða. Og ég tek þessari áskorun og vind mér í verkið. Komiði með mér. Tónlist! Gjörðu svo vel! Hraðar! Þessi borð er bara fyrir. Þetta er ekki hægt. Þetta er æðislegt. Hún spilar alltaf hratt. Þetta er bara vitleysa, sko. Herra, ég tók alltaf... Ég get ekki andað. Ég tók alltaf þessari áskorun og ég þakka mig. Bye. Ég vil þetta við ekki vitleysa. Skemmtilegar æfingar á gólfið með borða þarna hjá henni Pétri Jóhanni. Já, þetta eru 5 ár síðan. Já. Er þetta 5 ár? Já. Vá.
Þú varst 30 þegar þetta gerist, eða rúmlega 30, þetta var 40 aldri. Þú hefur orðin 36 ára þegar þetta var. Þá 40 aldri. Hvað ertu gamall? 37 ára. En þú Jón, hvað ert þú gamall? 42. 42? Það heldist vel. Já, takk fyrir það. Það er vel aldurinn. Bara hann. Já, og þú náttúrulega. Þú náttúrulega. Þú ert 30. Þú ert til íslenski Pétur Pan. Já. Hún neitar að eldast. Neitar? Ég neitaði bara. Bara svo Michael Jackson. Já. Þú ert alveg sem Michael Jackson. Ekki meira. Nei. En það er hins vegar, þetta er orðið svolítið steikt hérna í okkur, það er komið að lokum. Við þökkum þessu snillingum kjallaði fyrir komuna og hvetjum alla til þess að horfa á fangavaktina á sunnudaginn kemur. Næsti þáttur í okkur sveppa er... En hvað segið þið? Hvað segið þið um Evrópusambandið? Já, bara og... Við verðum ekki að fara í Evrópusambandið. Finnst ykkur þetta ekki byrja niðan allar höllur? Já, mér finnst að það þarf að setja öll byrð á... Á ekki þjóðin að fá að ákveða? Og almenningur borga brúsan. Nákvæmlega, eins og alltaf. Almenningur borga brúsan. Við minnum á þáttinn næsta föstudag, þá er það, þemaðið okkar er Haffi Haff af öllum mönnum. Bara hvað er Haffi Haff? Við ætlum að komast að því. Við ætlum að kíkja á Haffa. Ég hef aldrei talað við hann dreng, ég hef aldrei hitt hann. Hann er víst king, skemmtilegur. Já, king, já. Og margt skemmtilegt mann að segja, við sjáum þetta bara næsta föstudag. Heyrðu, takk fyrir komuna, strákar. Já, takk aðeinslega, gaman að fá okkur maður. Takk fyrir að bjóða okkur. Gaman að koma. Já, gott. Gaman að fá okkur líka. Ótrúlega gaman að fá okkur. Gaman að fá okkur. Það er sömulegir, virkilega gaman. Nú erum við bara að fara að